Kæra Káafólk, verið hjartalega velkomin með okkur í 94 ára afmæli félagsins. Þetta annað árið í röð sem við heilsum ykkur hér úr myndveri sökum COVID-faraldursins. En eins og okkur Káamönnum einum lagið að þá gerum við það besta úr aðstæðum. Það skemmtileg og fjölbreytt dagskrá framundan hér í dag. Það sem hæst ber að nefna kjör íþrótta karls og konu Káa, verðlaun verða veitt fyrir lið ársins og þjálfara ársins ásamt því að Böggubikarinn verður veittur. Ingvar Már Gíslason, formaður Káa, mun flytja sitt ávarp ásamt því að við munum taka verðlaunahafa í stuttspjall. En við ætlum að byrja á ávarpi formanns. Ingvar Már Gíslason, gjörðu svo vel. Kæru áhorfendur, gleðilegt ár og verið velkomin til 94 ára afmælisfagnaðar okkar Káamanna. Líkt og fyrir ári síðan gripum við til þess ráðs að fagna afmæli félagsins með útsendingu á sérstökum afmælisþætti hér á Káa TV. Það ánægjulegt að geta heiðra íþróttafólk okkar með þessum hætti og haldið sem mest í hefðbundið form afmælis Káa. Ég tali þó fyrir munn okkar allra fyrir leyfum mér að vona mjög svo innilega að 95 ára afmæli Káa verði með hefðbundnum hætti. Ég vil taka skýrt fram að hér sjónvarpsupptöku að ræða þar sem allra sóttvarna var gætt við framleiðslu þáttarins. Á árinu féllu frá góðir Káafélagar Kara Guðrún Melstad og Jóhann Helgason. Við minnumst góðra félaga með hlýhug. Það óhætt að segja að 2021 fær sérstakan kafla í sögu félagsins. Árið hefur verið afar viðburðaríkt hvort sem litið til íþróttalegra afreka eða uppbyggingarmála félagsins. Líkt og 2020 hafa iðkendur okkar, starfsfólk og sjálfboðaliðar Káa mætt síðastliðnu ári að miklu æðruleysi og fagmennsku í oft á tíðum krefjandi aðstæðum. Árangurinn hefur heldur ekki látið á sér standa. Sem fyrr eru öll okkar keppnislið í meistaraflokkum að keppa í efstu deildum Íslandsmóta. Það átti Káa 38 landsliðsmenn og hlaut félagið alls 6 Íslandsmeistaratitla á árinu 2021. Af mörgum glæstum afrekum Káa á árinu 2021 stendur upp úr glæsilegur árangur handknattleiksliðs Káa Þór, en liðið handhafi allra 4 titla sem í boði eru á Íslandi fyrir tímabilið 2020 til 2021. Liðið spilaði hreint út sagt frábærlega og sýndi einstaka liðsheild sem skilaði sögulegum árangri. Að auki tók liðið þátt í Evrópubikarkeppni þar sem við féllum naumlega út í 32 liða úrslitum. Ásdís Guðmundsdóttir var önnur í kjöri til íþróttakonu Káa 2020 og 4. í kjöri til íþróttakonu Akureyrar 2020. Meistaraflokkur karla fór í útsláttarkeppni í fyrsta sinn í fjöldamörg ár þar sem liðið féll úr leik í 8 liða úrslitum. Liðið hefur verið hægt og rólega að festa sig í sessi á meðal bestu liða landsins. Andri Snær Stefánsson var 3. í kjöri til íþróttakarls Káa árið 2020. Nú yngri flokkastarfið hefur verið í miklum blóma sem fyrr og fjöldinn allur af bikurum skiluðu sér í Káaheimilið á árinu 2021. Ber þar hæst að 4. flokkur drengja eldra ár fagnaði Íslandsmeistaratitli. Starf lagdeildar Káa var afar öflugt á árinu 2021 og hefur áhuginn á íþróttinni aukist verulega síðastliðin ár. Sérstaklega á meðal eldri iðkenda. Meistaraflokkur karla hafnaði í 2. sæti Íslandsmótsins. Að auki hlutu leikmenn karla og kvennaliðs Káa fjöldan allan af viðurkenningum vegna leiktíðarinnar 2020 til 2021. Á afmælishátíð Káa í janúar 2021 var blakkonan Gía Guðnadóttir kjörin íþróttakona Káa 2020 og Miguel Mateo Castrillo var annar í kjöri til íþróttakarls Káa 2020. Miguel var svo annar í kjöri íþróttakarls Akureyrar og Gía 3. í kjöru á íþróttakonu Akureyrar 2020. Nú júdómenn í Káa voru á eins miklu flugi og hægt var við þær aðstæður sem uppi hafa verið í samfélaginu. Eftir erfiðan vetur tóku fulltrúar á vegum Káa þátt í Íslandsmeistaramóti unglinga í júdó. Skemmst frá því að segja að allir 9 keppendur Káa á mótinu hlutu verðlaun og þar hlaut Breki Mikael Adamsson gullverðlaun í sínum aldurs- og þyngdarflokki. Þá átti júdódeild Káa 3 fulltrúa í landsliði Íslands sem tók þátt í opna finnska meistaramótinu í október. Árangur knattspyrnumanna Káa árinu 2021 var líkt og hjá öðrum deildum eftirtektarverður. Meistaraflokkur Káa náði sínum næst besta árangri frá upphafi og hafnaði í 4. sæti Pepsi deildarinnar og var hársbreidd frá því að tryggja liðinu þátttökurétt í Evrópukeppni. Þá var Brynjar Ingi Bjarnason kjörinn íþróttakarl Káa 2020 og hann var síðan 7. í kjöri til íþróttakarls Akureyrar árið 2020.
Kari María Sigurgeirsdóttir var 3. í kjöri til íþróttakonu KA og 9. í kjöri til íþróttakonu Akureyrar 2020. Nú Þór KA endaði í 7. sæti Pepsi-deildar kvenna. Mikil endurnýjun eiga sér stað í liðinu og verður gaman að fylgjast með ungum og efnilegum knattspyrnukonum úr yngri flokkastarfinu okkar spila með liðinu á næstu árum. Nú yngri flokkar KA í knattspyrnu náðu margir hverjum frábærum árangri. 5. flokkur kvenna A-lið vann öll mót sem það tók þátt í og er því handhafi Íslandsmeistaratitils ásamt því að sigra Góðamótið og TM-mótið í Vestmannaeyjum. 3. flokkur kvenna spilaði undir merkjum sameiginlegs liðs Þór KA og vann fjölda móta og urðu meðal annars Íslandsmeistarar B-liða og reykupmeistarar í A- og B-liðum. Nú líkt og ég nefndi í upphafi hefur árið ekki síður verið merkilegt fyrir þær sakir að stór skref fóru stigin í lok árs 2021 í uppbyggingamálum félagsins. 94 ára gamalt afmælisbarnið ætlar að hreiðra betur sig hér á félagssvæði okkar við Dalsbraut. Hér líður okkur best og hér viljum við vinna glæsta sigra í framtíðinni. Það er mín einlæga trú að uppbyggingarsamningur sá félagið hefur gert við Akureyrarbæ sé eitt stærsta framfaraskref sem félagið hefur tekið. Hjarta KA slær á brekkunni og nú það okkar að tryggja að það slái hér ókomna framtíð við þær bestu mögulegu aðstæður sem íþróttafólk okkar á skilið. Líkt og ég nefndi við undirritun samningsins fyrr í vetur, þá íþróttir eina meginstoðum þess samfélags sem við viljum búa í og byggja upp. Sameiginlega myndum við órjúfanlega heild sem styður við hvort annað, hvort sem litið til lýðheilsu, atvinnustarfsemi, kennslu, þroska barna og ungmenna eða afreksíþrótta. Sú uppbygging sem fyrirhuguð hér á KA-sviðinu gerir okkur mögulegt að eflast og vaxa ásamt því að við höfum tækifæri til að sinna skyldum okkar í samfélaginu með enn betri hætti. Enn og aftur fyrir hönd KA vil ég færa bæjarstjórn bestu þakki fyrir þeirra framlag og ekki síst fyrir að hafa dug og þor til þess að horfa til framtíðar og þeirra tækifæra sem felast í öflugu íþróttastarfi. Við erum að fjárfesta í heilsu og vellíðan og heilbrigði framtíðarinnar. Við erum að fjárfesta í æskulýðs- og forvarnarstarfi og við erum að fjárfesta í samkeppnishæfni Akureyrar. Það gaman að vera í KA. Og það á að vera gaman að taka þátt og tilheyra félagi eins og okkar. Og í dag gleðjumst við og veitum verðlaun og viðurkenninga til einstaklinga og liða. Við samgleðumst með þeim sem hafa náð glæstum árangri og skara fram úr á sínu sviði. Á sama tíma munum við að í stóru félagi eru tugir og hundruðir einstaklinga sem leggja sitt af mörkum til að KA og íþróttirnar geti eflst og þroskast. Það fólkið í félaginu sem gerir það að því sem það Að tillögu orðunefndar félagsins hljóta alls 42 einstaklingar bronsmerki KA fyrir vel unnin störf í þágu félagsins og íþróttaleg afrek. Þetta eru í stafrófsröð Aldís Ásta Heimisdóttir, Almar Þorvaldsson, Anna Marí Jónsdóttir, Anna Þyrí Halldórsdóttir, Arinbjörn Þórarinsson, Arna Valgerður Erlingsdóttir, Árni Rúnar Magnússon, Ásdís Guðmundsdóttir, Birkir Freyr Elvarsson, Bjarki Viðar Garðarsson, Edda Ósk Tómasdóttir, Einar Sigtryggsson, Ellert Örn Erlingsson, Elmar Dan Sigþórsson, Gauti Reynisson, Guðrún Una Jónsdóttir, Halldór Hermann Jónsson, Hermann Torfi Björgólfsson, Hildur Lilja Jónsdóttir, Hulda Bryndís Tryggvadóttir, Inga Vala Magnúsdóttir, Jóhann Rúnar Sigurðsson, Jón Hrannar Einarsson, Júlía Sóley Björnsdóttir, Kristín Agnar Stefánsson, Kristín Aðalheiður Jóhannsdóttir, Linda Björk Jóhannsdóttir, Markus Gústafsson, Matthea Lónak, Ólöf Maren Bjarnadóttir, Pétur Ingi Haraldsson, Rakel Sara Elvarsdóttir, Rut Jónsdóttir, Sólveig Lára Kristjánsdóttir, Sólveig Tryggvadóttir, Sunna Guðrún Pétursdóttir, Sunna Katrín Hreinsdóttir, Telma Lísa Elvarsdóttir, Telma Kristjánsdóttir, Unnur Ómarsdóttir, Þorvaldur Þorsteinsson og Þórlaug Þorfinnsdóttir. Eðlilega eigum við ekki þess kost að boða allt þetta frábæra fólk til okkar en við munum nýta öll þau tækifæri sem við höfum á næstunni til að afhenda viðurkenninguna til hamingju og takk fyrir ykkar framlag. Kæru KA-menn, við horfum til 2022 með tilhlökkun. Við erum að leggja af stað í sameiginlegt ferðalag sem krefst samvinnu og fórnfýsi KA-manna í þágu íþróttuna og í þágu KA. Sú uppbygging sem að hefjast mun gera það verkum að samkeppnisstaða okkar íþróttafólks og bæjarfélagsins mun batna verulega og skapar tækifæri til að sækja fram veginn. Verðlaunahöfum dagsins óska ég innilega til hamingju fyrir flottar fyrirmyndir, áfram KA, góðar stundir. Takk kærlega fyrir þetta ávarp Ingvar, en nú ætlum við að veita verðlaun fyrir lið ársins. Tilnefnd til liðs ársins 2021.
Knattspyrnudeild, 3. flokkur kvenna. Handknattleiksdeild, 4. flokkur karla eldri ár. Knattspyrnudeild, 5. flokkur kvenna. Knattspyrnudeild, meistaraflokkur karla. Handknattleiksdeild, meistaraflokkur kvenna KA Þór. Og lið ársins KA Þór. Alla sem ein, við miklum í stein. Saman í sókn, saman í vörn, alla sem ein, sigurinn heim. KA Þór, KA Þór, KA Þór, KA Þór. Marta, þú ert hér sem fulltrúi KA Þórs sem valið lið ársins hjá KA fyrir árið 2021. Innilega til hamingju. Takk kærlega fyrir það. Við gætum setið hérna og talað í klukkutíma þetta ár sem að baki, en við þurfum nú kannski að stikla á stóru þar sem þetta á að vera stutt viðtal. Ef við byrjum bara, COVID-pásan klárast í janúar 2021 og þar þið að koma inn í bara spáð 4. sætinu, lítið búið að deildinni. Hvernig var að stoppa þetta COVID og svona stemmingin að koma aftur? Þetta var alltaf skrítið, maður var svona pínu kannski stressaður því við vissum ekkert hvað voru hin liðin búin að æfa, það voru sögursagnir að einhver liði væri búin að vera að æfa með bolta, læstardyr, einhvers þar á Hlíðarenda og eitthvað svona sögursagnir sem maður veit ekki neitt. Og við æfðum ekkert náttúrulega hérna í KA, en Egill og Andri og Sissi voru með bara Zoom-æfingar og við æfðum mjög vel, mikið styrktaræfing og hlaupaprógram. En maður vissi samt ekkert og við vorum svona pínu kannski stressaðar að koma, erum við í nógu góðu formi, erum við búin að æfa nógu vel og allt það. En sýndum það held ég bara fljótt þarna þegar við byrjum aftur að við vorum bara í toppstandi og eiginlega svona hver leikur, ég ekki að segja það við vorum alveg með okkar markmið á hreinu en svona kannski hver sigurleikur var svona alltaf, já heyrðu, ok, við þetta ekkert bara einn og einn leikur, við erum kannski bara svona góðar. Akkurat. Það eru spilað 14 leikir í deildin þetta ár og þið vinnið 8, gerir 5 jafntefli og tapið 1 og það í september sem þið tapið honum. Fannst þetta svona byggjast upp þegar leið á tímabilið, hversu betrið urðið með hverjum leiknum? Já, maður sá það og auðvitað var þetta nýtt lið, Rut var náttúrulega að koma ný inn þarna þetta tímabil og það tekur alltaf tíma fyrir lið að spila sér saman og mér fannst bara, við bættum alltaf leikinn okkar og það var alltaf meira sjálfstraust í hverjum leik og bara fleiri karakter að stíga upp í hverjum leik, þannig að svona smátt og smátt fundum við og eins og við búið að tala núna að svona skynsemi var alltaf betri og við vorum alltaf sjóaðri og öruggari í hverju leik. Þið voruð og eruð handhafar allra 4 titlana með meistarameistarana sem vannst á útivelli reyndar árið 2020, haustið 2020 og svo kemur deildarmeistaratitlinn í maí, líka útivelli í sama húsi og þau höfðu unnið meistarameistarana. Jafntefli á móti Fram, hvernig var þessi leikur? Heyrðu, þetta var alveg geggjaður leikur, vegna þess að við vissum að okkur dugði jafntefli og við varum að tala þetta við Unni, náttúrulega Unnur komin til okkar núna og þær voru ekki búin að gera sér grein fyrir því að okkur dugði jafntefli. Þannig að á síðustu mínútinu þegar þær voru með boltan og það var jafnt og þær einhvern veginn voru bara, þetta var ótrúlega skrítið, þær einhvern veginn sóttu ekkert almennilega og við vorum bara að halda og svo sagði Unnur að síðustu sekundina þegar tíman lauk og við fórum að fagna og þá horfður allar okkur aðra og bara, það einhvern veginn eins og áttu sig ekki alveg á þessu en við vorum með þetta allt á hreinu og við vorum alveg vissum þá okkur dugði jafntefli og við vorum, undir en við sýndum bara þessa seglu sem búið að tala að við erum skynsamar og ekkert stress og bara tökum þetta jafnt og þétt og bara að vinna aftur þarna í svona háspennu leik og tryggja okkur deildarmeistaratitilinn, þetta bara ógleymanlegt. Síðan hefst úrslitakeppni og þið byrjaðu á einvígi á móti IBVF þar sem fyrsti leikurinn tapast. Hér heima og fyrsti leikurinn sem tapir síðan í september. Það var alveg pínu sjokk og það ótrúlega erfitt að fara til Eyja og ætla að vinna og þurfa að vinna. Því IBVF er búin að vera líka stígandi í þeirra leik. Já,
þær voru flottar hérna sko, þetta var náttúrulega geggjaður leikur hér og þvílíkt spennandi en þú veist, við gerum okkur grein fyrir því að það er bara dugað að drepast, veist, og auðvitað náttúrulega þær dýrvittlusar en þar sýndum við bara geggjaðan leik og þá voru fleiri eins og Solla steig upp í þeim leik, skilurðu, og það var bara svona fleiri karakter sem komu. Alveg, það kom þar og það varð kannski þeim líka falli að þær voru með færri leikmenn sem voru að spila og þær voru að spila á sömu meðsli í þeirra hóp þarna og þær voru að spila sömu leikmennunum þannig að við vorum kannski pínu ferskari. Tryggið ykkur áfram í úrslitaleikinn í háspennuleikinn í KM fyrir hann troðfullt hús, sko, 100 og eitthvað Eyjamenn og svo restin Akureyringar. Það hlýtur að vera bara með eftirminnilegum leikjum á ferðinni. Já, ég hef bara aldrei spilað í svona stemningu. Þú veist, og sjá þau náttúrulega flugu með heila þotu og bara mættu bara í uppbytun og ég meina okkar stuðningsmenn líka, skilurðu, Elli og þeir á trommánum bara mættir þegar við mættum í hús, sko. Þetta var bara þessi gamla daga þegar Dúra og Nóna var hérna, sko. Ég var með gæsahúð í uppbytun, bara, ok, hvert er ég komin? En þú veist, þetta var geðveikt, sko. Kláraði þetta einvið með IBVF 2-1 og framöndan úrslitaleikinn við móti Val og Valur og Fram náttúrulega búin að einokka þessa titla svolítið í kvennaboltanum undanfarin ár en þið bara takkið þér 2-0. Já, og mér fannst svona eiginlega bara minni kannski spennandi leikir heldur en á móti IBVF. Það var eiginlega pínu svoleiðis og það var svona pínu frá fyrstu mínútu fannst mér að þær höfðu ekki alveg eins mikla trú og við og var búið að ganga vel með þær veturinn og við einhvern veginn bara, settum einhvern annan gír. Þriðji titillinn af þessum 4 vinnst þá hann í Órigó höllinni í Reykjavík, bara útivöllum, svona fyrir fólkið ykkar að þá vinnið bara útivöllum. Það er ennþá verið að tala um móttökurnar sem þið fenguð þið komið heim. Hvernig var þetta? Vá, ég bjóst aldrei við því að lenda hérna og fá slökkvilið til að sprauta yfir hérna. Ég man ennþá eftir því, sko. Þetta var bara, þú veist, fjöldi fólksins sem beið þarna og bara alla kveðjurnar sem maður fekk og bara, þetta er bara dásamlegt, þú veist, þetta er bara besta sem ég hef upplifað, sko. Og svo heldur bara svona áfram, þú veist, sumari kemur langþráð frí eftir langt tímabil og mikið álag þarna eftir áramót, stutt sumarfrí kannski. Svo er bara bikarmeistaratitil. Það er bara líka útivelli, Ásvöllum. Það var einmitt mjög stutt. Við fengum 2-3 vikna pásu, svo bara byrjaði aftur. Og en við vorum bara ferskar og ennþá náttúrulega peppaðar eftir úrslitarinnvíð og allt það, skilurðu. Og næsti bara titill í boði og við náttúrulega töpum hér á móti Fram, meistaran hér og fengum kannski pínu svona kalda vaskus í andlitið, sko, og sem ég held við höfðum bara pínu gott af og ég held að við aðeins komum okkur inn á jörðina og sýnt okkur að þú veist við erum ekki að fara að halda neitt eða verja neitt, við þurfum að sækja næstu titla aftur og það er oft erfitt að koma inn í næsta tímabil sem meistari og öll liðin sem ætla að vinna okkur, við erum ekkert að koma óvart. Nei, nú eru þið liðir sem allir vilja vinna. Já, og það er svona og það er verið sýnt sér þetta tímabil er búið að vera náttúrulega erfiðara og við fórum þannig og spiliðum samt þennan bikarleik og á móti Fram og gjörsamlega rúlluðum yfir. Það rúlluðu yfir það? Já, við vorum rosalega vel undirbúnar og það var rosalega góður undirbúningur fyrir þann leik og út af því að við töpum alltaf mótið þeim í meistarana. Þannig að við sýndum það alveg að við erum ennþá bara í toppstandi. Svo bara það sem er búið að vera í gangi í haust, svona fyrir utan að vera búin að spila 9 leiki til kvenna, að þá eru þið búin að fara í 2 Evrópuverkefni og svo eru þið búin að eiga 5 stúlkur í allandsliðinu. Þetta er heldur betur geggjað að vera í KA Þór, það ekki? Þetta er bara, og fyrir ungu stelpunar okkar hérna, nú og ég dóttur sem er hérna í 7. flokk og þú veist, þær horfur alltaf bara með stjörnum á þessar stelpur og þetta er bara frábær fyrirmyndir fyrir þær og það er svona það sem að finnst mér besta í þessu að við séum að koma að kvennahandboltanum upp á þetta level hér á Akureyri. Akkurat. 2022 framöndan, ólíkdeildin að byrja bara eftir pásu núna á nýjan leik, eru þið vel stemmdar? Já. Já, við erum gríðarlega vel stemmdar og við vorum svona smá lægð þarna fyrir áramót, ég held að það bara verið rosalega mikil þreyta, búið að landsliðsverkefni og þarna eins og segir 2 Evrókeppnir og svona, þannig að við fengum góða jólapásu og mætum held ég bara gríðarlega stemmdar til leiks. Takk fyrir að koma í spjallið við Marta og gangur áfram vel og aftur til hamingju. Takk kærlega fyrir það. Virkilega vel að þessu komnar stelpunir í KA Þór, en þá er komið að veita verðlaun fyrir þjálfara ársins. Tilnefnd til þjálfara ársins árið 2021 eru Andri Snær Stefánsson, Anton Orri Sigurbjörnsson, Arnar Gretarsson,
Hannes Snævar Sigmundsson og Gylfi Rúnar Eddursson. Heimir Örn Árnason og Stefán Árnason. Miguel Mateo Castrillo. Paula del Olmo Gómez. Og þjálfari ársins Andri Snær Stefánsson. Andri Snær Stefánsson, þjálfari ársins í KA árið 2021. Til hamingju með það. Takk kærlega fyrir það. Þetta var risastórt ár hjá þér og þínu liði í KA Þór sem vann alla þá 4 titla sem við boðið voru, tóku þátt í Evrópukeppni. Sko við byrjum á einföldu spurningunni. Hvað stendur mest upp úr? Þetta góð spurning. Við áttum ótrúlegt ár, þetta var algjört ævintýri má segja og þetta fór fram úr okkar björtustu vonum, ég get alveg sagt það. Hvað stendur upp úr? Það alltaf bara kannski móttökurnar sem við fengum á flugvellinum eftir þessa titla. Það eitthvað sem maður á að muna alltaf. Þetta var ógleymanlegt, gjörsamlega, ótrúlegt. Það var gaman bara að finna hvað fólki var með okkur í þessu. Og þetta var búið að vera þannig ár, við vorum að spila oft fyrir enga áhorfendur og örfá áhorfendur og svo framvegis. Alls konar takmarkanir í gangi, en svo fundum við í lokin hversu margir voru að fylgjast með okkur og hversu margir voru bara með okkur í þessu og þetta var algjörlega geggjað og eins og segið, þá kom maður í Bónus og Netto og fólk allstaðar í bænum að hrósa okkur og maður fann það virkilega að bærinn var með okkur í þessu. Það svona stendur kannski mest upp úr í þessu. Þjálfræðilegar nálganir 2021. Þið byrjið árið eftir COVID-pásu í janúar. Hvernig var að takast á við það? Já, það var við spilum bara 3 leiki fyrir áramót og svo í þokkabót náttúrulega meiðist Marta og það var þetta svolítið svona, auðvitað, svona utanaðkomandi, fólk hafði eitthvað áhyggjur af okkur en við ákváðum svolítið bara að þjappa okkur saman. Ég hef mína sýn og mín gildi í þessu og þetta keyrir í gang svolítið með teiminu og liðinu bara svolítið jákvæðni og ákváðum að hafa svolítið leiklið og ég held að það hafi skýrið svolítið í gegn þegar við fórum að vinna góða sigra strax snemma í janúar að þá skapaði svolítið sjálfstraust, svolítið svona bara sterk liðsdeild og það var svona hvað ég segja, alltaf ótrúlega margir vinklar á það að þjálfa og allt það en það sem ég var að leggja mikla áherslu á og hugsaði mikið var að liðsdeildin væri sterk og við værum með framlag frá mörgum leikmönnum og værum með sterka vörn og baráttulið og það fór virkilega eins og ég vel að stað í janúar og svo bara var alltaf þannig. Við tókum alltaf skref fram og lítil skref áfram og svo fundum við lyktina af því að við áttum möguleika á deildarúrslitatitilli og þá fórum við að horfa svolítið í það. En fórum aldrei reynt fram úr okkur og alltaf lítil skref áfram og eins og segja. Þetta var svona eins og snjóbolti sem byrjaði að rúlla og bara sjálfstraustið og og bara, útgeislunin, það fór alls langt með þetta en auðvitað ég geti talað taktík og ég geti talað ýmislegt og þetta var, við vorum í COVID-pásu sem við þurftum að hlaupa mikið, við þurftum að brjóta upp æfingar, við þurftum að kasta stundum bara í vegg og máttum ekki kasta í markmann og svo framvegis. Þannig að þetta var reynda á þjálfarann og okkur í þjálfarateyminu en ég geti segja það bara, við lögðum mikla áherslu á liðsheildina. Þetta var ekki, þið fóru ekkert auðveldistu leiðina eins og þú segir. Alltaf öll liðin voru COVID-pásu og síðan meiðist Marta sem voru algjör bröður á þessu liðinu undanfarin ár. Þú setur ekki KA Þór nema að setja saman sem ekki Mörtu. Þú erum bara algjör bröður á þessu undanfarin ár. Og svo lendið þið náttúrulega í ótrúlega leik í Garðabænum. Já, það voru alls konar ævintýri. Já, hvernig var að mótivera liðið fyrir leik 2 á móti Stjörnunni, leik sem þið höfðu unnið en dæmt jafntefli, þetta spilum aftur? Já, það var ótrúlegt mál og það voru alls konar náttúrulega bara, þegar fólk kannski hugsa tilbaka heldur þetta hafi verið allt saman bara eintóm gleði og hamingja og þetta var rosalega erfitt. Við vorum í fullt af erfiðum og krefjandi verkefnum og fullt af fjöllum sem við þurftum að klífa og við lentum í alls konar mótlæti og ég meina, leikurinn í Garðabænum, það var algjör bíó en það alltaf bara eitthvað kláraðist og fjölmiðlar blésu það líka vel upp og þetta var mikil hiti og milli stjórnarfélagana og svo framvegis en við alltaf náðum að halda svolítið kúlinu að hugsa okkur, hugsa það sem skiptir máli sem var handboltinn. Ótrúlegt sko. Algjörlega, það var bara þannig að það var nummer 1, 2 og 3 að hugsa okkar hvað við hefum stjórn á við leikmenn og þjálfara og eins og segja, þetta var
rosalega mikið af erfiðu leikjum, vorum alltaf einhverjum nýjum jöfnum leikjum, bara út í eitt, markatalinn okkar var ekki sérstök í deildinni, við vorum alltaf jöfnum leikjum, en við náðum alltaf að ná í stig, bæði 2 og 1 og þú veist, vorum mjög andlega sterk að vera í jöfnum leikjum og klára þá á lokasprettinu og það var það sem að sigldi okkur inn í úrslitakeppnina, mikið sjálfstraust. Deildarmeistarar eftir 28 jafntefli úr Fram á útivelli. Óvænt, virkilega óvænt og svona stóru rísarnir Valur og Fram bara horfðu það. Káa Þór, hvað að gerast? Einhverju svona, það ljóta að vera sattar. Marta búin að vinna sem titil með sínu liði, þú veist, liðið átti ekki von á þessu. Komið í úrslitakeppnina, byrjaði að tapa heima með IBF. Hvað gerður þá? Þú veist, hvernig var það verkefni sem beið þín þá? Það var náttúrulega vissulega ótrúlega svekkjandi að tapa fyrir framan tróðfullu húsi. Loksins við fengum fólk í húsið, áttum að fólk í húsið, það var bara ótrúlega súrt tap og það fór mjög illa í okkur og við vorum mjög svekkt. En þú veist, við unnum úr því ótrúlega vel og það sem að ég eiginlega einna stoltastur af eftir síðast tímabil einmitt þetta svar eftir í Eyjum? Já, sigurinn í Eyjum var geggjaður þegar við horfum í það, þú veist, við fórum back upp í vegg og já, spila fyrir framann bara erfiða áhorfendur og bara erfiðum útivelli. En við fengum líka fólk með okkur í þann leik sem segir ekki hvernig stemningin var orðin í kringum lið. En ég meina, við spilum fáránlega góðan leik. Ég meina, við jörðum þar bara í byrjun og ég bara, þú veist, svarið á liðinu var ótrúlegt og svo að klára náttúrulega í 50-50 leik á móti frábæru IBF-liðin í 8 leik í undanúrslitum. Það var í framlengingu, sko, þetta var ótrúlegt. Stappfullt hús. Það var geggjað og eins og ég segi, það var alltaf, svo var þetta bara svona stál í stál, hvað þetta annað. Minna, Ásta hjá IBF skaut í slá og niður á línu, hún hefði tryggt í sigurinn og verðarsjóttunni og þetta var alltaf svona, við einhvern veginn, þú veist, við tókum þess að sigra og þegar það svoleiðis, þá var þetta alltaf auðveldara, þá kemur sér meiri sjálfstraust og meiri leikgleði og allt það og meiri trú á verkefnið, bæði hjá leikmönnum og þjálfurum og það smittaði vel inn í þetta og við segjum bara kláraðum þetta. Geggjað. Ég er náttúrulega hljóma geðið neikvæður að spyrja þig sko eitthvað COVID-pásu og meiðslin á Mörtu og Garðabæjarleikinn og tapum IBF. En ef við förum svona yfir í tímabili sem núna hálfnað. 2 Evrópuverkefni á baki. Já. Það hlýtur að vera svolítið skemmtilegt. Það var frábær reynsla fyrir okkur, alla í félaginu. Ég meina, þetta er algjörlega nýtt og þú veist, ég myndi segja það að þetta er eitthvað sem við munum búa vel að í framtíðinni og út tímabili. Þetta er búið að taka þetta mikið toll, þetta er búið að vera, þú veist, bæði þannig að við erum búin að fjárafla þetta, þú veist, það er búið að vera mikið púður lagt í þetta og þú veist, þetta er dýrt og tekur tíma og orku, en þú veist, við erum búin að tala um það að, þú veist, við setjum auka leikjála og við erum búin að vera kannski ákveðnum meðslagspakka og hinn og þessu og þreytu sem er búin kannski tengt Evrópukeppninni en hins vegar á móti kemur að þetta er algjörlega geggjur reynsla fyrir klúbbinn okkar og þetta er eitthvað sem er fyrir unga leikmenn ótrúlega metnaðarfullt að taka þátt í svona verkefni og ég held að, eins og segi, ég er alveg viss um það. Þetta hefur þjappað okkur enn betur saman og þroskað okkur enn betur og þú veist, við höfum okkar markmið og þetta áttar að hjálpa okkur þegar líður á tímabili. Ég held að einhverju hafi talið saman þessi búið með 18 kappleiki eða keppnisleiki frá því í september núna fram til 12. des. Nú er bara nýtt ár hafið og nýjar áskoranir. Hvernig sér það árið 2022 fyrir Káa Þór? Ég er bara mjög spenntur og eins og ég segi það við erum komið með mikla svona rútínu í liðið, það er mikið reynsla núna og þú veist við erum með fullt af hlutum sem við viljum gera ennþá betur. Við erum með bara okkar markmið og við erum með þú veist þá hreinu hvað við viljum gera betur og vinna enn frekar í og ég er bara rosalega spenntur. Ég meina við erum að fara á flug núna með 5 leiki í janúar og það er bara fullt af skemmtilegum verkefnum framöndan, bikar og svo úrslitakeppni og þetta er bara ótrúlega skemmtilegt og virkilega gaman eins og segja að finna fyrir því að leikmenn eru rosalega metnaðarfullir, rosalega góð stjórnstjóri með og eins og segir, stuðningurinn sem eru með alltaf geggjaður og það er bara forræðindi fyrir mig að þjálfa svona lið í þessum aðstæðum. Geggjað Andri, takk kærlega fyrir komin í spjallið mín og til hamingju með að vera þjálfari og gangi vel. Takk kærlega, mikil heiður, takk fyrir. Andri Snær Stefánsson einnilega virkilega vel að þessu komin. Til hamingju Andri, en þá er komið að veita Böggubikar drengja og stúlkna.
Böggubikarinn farandbikar sem veittur pilt og stúlku á aldrinum 16 til 19 ára. Einstaklingum sem eru til fyrirmyndar á æfingum og í keppnum og eru bæði jákvæð og hvetjandi. Böggubikarinn veittur í minningu Sigurbjargar Níelsdóttur, Böggu, sem fædd var þann 16. júlí 1958 og lést þann 25. september 2011. Bróðir Böggu, Gunnar Níelsson, verndari verðlaunanna og þau voru fyrst afhent árið 2015 á 87 ára afmæli KA. Tilnefningar til Böggubikars drengja árið 2021 frá Blakdeild Draupnir Jarl Kristjánsson, frá handknattleiksdeild Skarphéðinn Ívar Einarsson, frá júdódeild Birkir Bergsveinsson, frá knattspyrnudeild Kári Gautason. Böggubikar drengja árið 2021 hlýtur Skarphéðinn Ívar Einarsson. Skarphéðinn Ívar Einarsson, þú sigraðir Böggubikar drengja árið 2021, til hamingju. Takk hjá fyrir. Þetta búið 2021 hefur verið hörku ár hjá þér, ekki satt? Jú, það har bara verið mjög viðburðaríkt hjá mér. Já, ef við stiklum svona stóru, þú búinn að vera aðeins í landsliðunum í handboltanum, ekki satt? Jú, við vorum að spila fyrstu leikinn okkar í Frakklandi núna bara fyrir stuttu og það var bara mjög gaman að spila þá. Og gaman að taka þátt í landsverkefni fyrir Íslands hönd? Já, mjög gaman. Smá stress í fyrstu, þetta voru fyrstu landsleikirnir en annars bara mjög skemmtilegt. Þú varst í 4. flokki karla í handbolta núna fyrir helmingin á árinu. Já. Þið voru nú ansið nálægt í að fara allavega í úrslit Íslandsmeistaratitil, ekki satt? Jó, við komumst í undanúrslit, þangað til við töpum fyrir Fram á heimavelli. Já, hörkuleik. Já, hörkuleikur, smá klúður því við vorum að vinna með 10 fyrir bara mjög stöttu held ég. Já. Þannig að maður geta unnið þetta kannski. Akkurat. Svo haust hefur verið viðburður líka. Þú kemur upp í 3. flokk og fær svona fljótlega kallið. Þú búinn að vera að æfa svolítið meistaraflokki, eða ekki? Jó, ég er búinn að fá að æfast með þeim og vinna með stóru strákunum og fá svona að sjá hvað þarf til þess að vera með þessum standardi í Ólafsdeildinni. Akkurat, þú erum komið inn á nokkur leikjum og fengið að spreyta aðeins. Já, já. Og það er ekki bara góð reynsla? Jú, mjög góð reynsla. Það er bara gaman að sjá hvað maður þarf að standa til þess að geta verið eitthvað í þessu Ólafsdeild. 2021 er búið, 2022 er réttfærið af stað. Hvað ber árið skautið sér fyrir þér? Ég vona bara þetta haldi áfram bara á þessari braut. Já, þú heldur áfram að bæta þessi leikmaður bæði innan sem utan vallar og jafnvel fái fleiri tækifæri með meistaraflokki á landsliðunum? Já, ég vona það. Geggjað Skarpi, til hamingju með Böggubikarinn og gangið vel. Tilnefningar til Böggubikar stúlkna 2021 frá Blakdeild Amelía Ýr Sigurðardóttir, frá handknattleiksdeild Hildur Lilja Jónsdóttir, frá knattspyrnudeild Iðunn Rán Gunnarsdóttir. Böggubikar stúlkna árið 2021 hlýtur Iðunn Rán Gunnarsdóttir. Iðunn Rán Gunnarsdóttir, þú hlaust Böggubikar stúlkna árið 2021 til innilega til hamingju með það. Takk fyrir. Ef við förum svona stiklum á stóru yfir árið 2021 hjá þér, hvernig var árið þitt? Bara mjög fjölbreytt. Já. Byrjaði svona með Þórka almennilega, var á bekknum og kom svo inn á þarna seinasta leikinn. Svo var ég með 16 og 17, fórum til Serbíu haustið og svo vorum við líka í Danmörku sem var svona undankeppni, svona æfingamót. Æfingamót. Þetta hefur sérst verið rosalega mikið að gera hjá þér væntanlega, mikið að leikjum og þú auðvitað spila þá líka með 3. flokki þegar ekki. Hvað er það svona sem stendur upp úr? Hvað er það svona sem, ef þú myndir taka eitt atvik, eitt á árinu sem stendur upp úr, hvað er það? Örugglega bara þegar ég kom inn á, að byrja inn á með Þórka. Og hvernig er að vera komin svona inn í meistaraflokkinn? Þetta er náttúrulega konur og stúlkur sem eru allt frá því að vera bara svipum aldur og þú og alveg kannski upp í að vera mæður og annað, skilurðu. Er þetta ekki svona pínu stökk? Jú, það er mjög gaman en mjög mikil pressa saman tíma en alltaf gaman að fá þessa reynslu. Akkurat. Þetta er lærdómsríkt? Mjög lærdómsríkt. Og svona fyrir utan fótbolta, hvað brasar þú svona þegar þú ert ekki í fótbolta? Bara með vinum mínum og... Menntaskólanum? Já, menntaskólanum. Núna. Einhver tími til að vinna á sumrin? Já, þjálfa. Ekki svona alvöru vinna, en bara þjálfa. Ég skil þig. Nú er 2021 búið og 2022 að fara í gang. Hvert stefnið þú árið 2022? Að komast í hóp U17. Við erum að fara til Írlands til fyrir EM og örugglega bara ná fasta sæti í Þórká. Styrkja stöðið í Þórká. Iðunn aftur til hamingju og gangið rosalega vel 2022. Takk fyrir. Ungt og frábærlega efnilegt íþróttafólk sem við eigum hér innan félagsins. En þá er komið að stóru stundinni. Afhending Íþróttakonu KA ársins 2021. Tilnefningar til Íþróttakonu KA árið 2021. Hekla Dís Pálsdóttir, júdó.
Hekla hóf aftur keppni á árinu eftir nokkur hlé. Það var þó ekki að sjá á henni þar sem hún stóð sig afskaplega vel á öllum þeim mótum sem hún tók þátt í. Hekla átti sterkt Íslandsmót fullorðina þar sem hún vann silfur í bæði sínum flokki og opnum flokki sem virkilega gott afrek. Hún keppti svo fyrir hönd Íslands á opna finnska meistaramótinu í október. Hekla ómissandi á hverju móti bæði sem keppandi og á hliðarlínunni fyrir aðra keppendur þar sem hún styður og hvetur af áfergju. Karen María Sigurgeirsdóttir, fótbolta. Karen María byrjaði árið að vera valin í æfingarhóp A-landsliðsins og í kjölfarið tók hún þátt í Kjarnafæðimótinu og Lengjubikarnum með Þór Káa. Í sumar spilaði hún alla leiki Þór Káa og var markahæsti leikmaður liðsins með 5 mörk. Eftir 5 tímabil með Þór Káa ákvað Karen María loks að skipta yfir í Breiðablik. Með Breiðablik tók hún þátt í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu og mætti þar stórliðum Real Madrid, PSG og FC Kharkiv. Polo del Olmo Gómez Black. Black-deild tilnefndi Polo del Olmo Gómez sem íþróttakonu Káa. Pála átti frábært tímabil síðasta vetur þar sem hún náði að skora flest stig í mismununardeildinni eða 351 stig. Einnig var hún ein af þeim efstu í móttöku og blokkstigum. Þetta gerir Pálu að besta alhliða leikmanni deildarinnar. Á síðast tímabili leiddi Pála lið Káa í úrslitaleik Kjöruspíkarsins þar sem Káa endaði í öðru sæti eftir að hafa unnið alla titla árið áður. Pála náði einnig á árinu 3. sæti á Íslandsmótinu í strandblaki. Pála er einnig frábær fyrirmynd innan sem utan vallar og hefur laðað að fjölda iðkenda síðustu ár. Rakel Sara Elvarsdóttir, handbolti. Rakel Sara Elvarsdóttir, aðeins 18 ára gömul, átti stórkostlegt tímabil með Káa Þór þegar hún og stöllur hennar lönduðu öllum 4 titlunum sem í boði eru, Íslands, bikar og deildameistarar, ásamt því að verða meistarameistarinn. Rakel vakti verðskuldaða athygli í framgöngu sínuna á vellinum en hún skoraði meðal annars 11 mörk og 12 skotum í úrslitaleik við Fram deildameistaratitilinn og skoraði mörg mikla mörk í úrslitakeppninni gegn IBVF og Val. Rakel var valin efnilegasti leikmaður Ólisteildarinnar 2021 og var valin í fyrsta sinn í A-landsliði núna í lok nóvember. Þá fór hún fyrir góðu liði U19 landsliðs Íslands á EM í Makedóníu í sumar. Rut Jónsdóttir, handbolti. Rut Jónsdóttir er lykilleikmaður í meistaraliði Káa Þór sem er handhafi allra titla sem í boði eru á Íslandi í handbolta kvenna. Hún var valin besti leikmaður Ólisteildar kvenna en Rut kom eins og stormsveipurinn í deildinni eftir 12 ára atvinnumannaferil. Rut er ekki bara stórkostlegur leikmaður heldur og lyftir hún samherjum sínum einnig upp á hærra plan og er heldur betur vel að verðlaunum komin. Ekki nóg með að vera valin besti leikmaður á lokahófi HSÍ, þá fekk hún einnig Sigríðarbikarinn auk þess að vera valin besti sóknarmaðurinn. Þá var hún tilnefnd til íþróttamanns Íslands fyrir hönd handknattleikssambandsins en hún var valin handknattleikskona Íslands. Rut er lykilleikmaður í íslenska A-landsliðinu. Í 3. sæti í kjöri íþróttakonu Káa, Pála del Olmo Gómez. Í öðru sæti í kjöri íþróttakonu Káa, Rakel Sara Elvarsdóttir. Íþróttakona Káa árið 2021, Rut Jónsdóttir. Rut Jónsdóttir, íþróttakona Káa árið 2021, innilega til hamingju. Takk fyrir kærlega. Heldur betur risastórt ár hjá Káa Þór, þínu liði og bara ef við byrjum að byrjunni, handboltinn fyrir á stað í janúar 2021 eftir svona smá COVID-pásu. Hvernig var sem leikmaður og íþróttamaður að upplifa þetta COVID-stopp sem verður og þurfa síðan að gíra sig í gangi í janúar þarna? Þetta var auðvitað alveg smá sérstakt en maður veit alltaf að það er allir í þessu, þetta er ekki bara við þannig það er svona auðveldara en við vorum alltaf bara duglegar að æfa og þetta er kannski líka bara fín pása fyrir hérna andlegu hliðina þannig að það var maður bara ferskur þegar maður byrjar aftur. Og þið komið heldur betra kraft inn í þetta, lentu svo í skemmtilegu hann að reynda dómsmáli með Stjörnuna, þetta var svona leiðin að þessum árangri var ekkert endilega svo auðveldasta. COVID, dómsmál, alls konar svona sem að vera að trufla en þið einhvern veginn þjöppuðu ykkur alltaf bara saman. Já, algjörlega og það hefur einhvern veginn einkennt þetta lið, það er mikil samhældni í þessu og við hefum staðið saman og auðvitað er þetta erfiðir og allir leikir í bara á síðasta tímabili voru erfiðir hjá okkur en það er bara líka ekstra gaman þegar það gengur svo upp. Það er 14 leikir spilar í Ólisteildar kvenna í fyrra, þið tapið bara einum, endið á því að gera jafntefli fram á útivill og verðið deildarmeistarar, eiginlega pínu öllum óvörum. Hvernig var sá leikur? Já, vá, það er náttúrulega verið svolítið síðan núna en þetta var ótrúlegt. Við vorum undir með 5 mörkum og einhvern veginn náðum við seinna hálfleika að vinna hægt og rólega upp og þetta var ótrúlega sætt og skemmtilegt að vinna svona. Og margir héldu,
svona umræðan varð bara, heyrðu, þær eru búin að deildarmeistarar, þær hljóta að vera þarna sattar, þær eru búin að koma öllum óvörum, en þið slökkuðu ekkert á, fóruð þarna í úrslitakeppni við IBVF, byrjuðu að tapa og fóruð svo til Eyja, unnu þar og sláðu þær síðan út hérna fyrir að hafa troðfullt KA-heimil. Hvernig var það? Þetta var ótrúlega upplifun og þetta er svona alveg klárlega það sem stendur upp úr og gaman að mæta IBVF bæði svona liðið með mikið af fólki í kringum sig og gaman að sjá hvað margir komu hingað frá Eyjum. Þannig að þetta var alveg ótrúlega eftirminnilegu leikur og bara ótrúlega gaman að vinna þann leik og fara þá í oddaleik. Ég tala fyrir sjálfa mig þegar ég segja að þegar við fórum að staðið úrslitakeppni og unnum IBVF, þá var ég eiginlega viss við yrðum Íslandsmeistarar. Ég sagði ekkert mörgum það, en síðan kom það bara á daginn að við mættum Val í 2 leikjum og við vorum bara betra lið. Við bara vorum á betri stað en þær þarna. Ertu sammála því? Já, Val er náttúrulega ótrúlega gott lið og frábær leikmann þar, en við vorum bara á rosa góðri siglingu. Það var bæði sjálfstraust í liðinu og það búið að ganga vel og við tókum mikið með okkur frá þessum IBVF-leikjum. Það var stemming og bara búið að ganga vel handboltalega. Þannig að ég hefði allavega fulla trú á þessu þegar við fórum inn í úrslitaleikinn. Svo úrslitakeppni, mæti Val, spilið við þær hérna heima vinnið og sigrið þær svo útivelli í Órugóhöllinu og verið Íslandsmeistarar þar. Móttökurnar heima fyrir frábærar, þú búin að vera í atvinnumennsku lengi, hvar situr þetta hjá þér? Þetta er bara rosalega óvarlega, þetta er alveg svona moment sem ég á eftir að muna eftir alltaf og það var gaman að upplifa þetta líka hérna með K.A. Þór. Þetta er svona allt nýtt fyrir öllum, þetta er fyrsta skipti sem ég var Íslandsmeistari líka í meistaraflokk, bara upplifað í yngri flokkum, þannig þetta var bara rosalega eftirminnilegt, stór stund. Og þú ert búin að vera núna hérna á Akureyri í 1,5 ár, þetta var hérna öðru tímabil með félaginu, búin að koma svona ágætlega fyrir hérna í bænum. Hvernig hefur þetta verið svona, eins og segir sjálf, þú ert búin að lengi í atvinnumennskunni og kemur hérna heim, hvernig finnst þér að vera komin heim og vera farin að upplifa þetta heim á Íslandi? Mér finnst það bara rosalega fínt. Þetta er öðruvísi, en ég var líka bara tilbúin í það. Ég er búin að upplifa mikið á mínu ferli og bara gaman og ég vona að fleiri stelpur eftir að sækjast út og hérna upplifa. Það er rosalega gaman líka að koma bara heim, vera nær fjölskyldu líka og vinnum og svona og þá að fá að upplifa þetta. Þetta var rosalega óvænt. Ég bjóst ekki alveg við að svona fyrsta tímabilið myndi fara svona rosalega vel, en það var líka bara svo ekstra skemmtilegt af því þetta var svo óvænt og frábært hjá okkur öllum hérna. Og svo líka kemur þú svona í það hlutverk, kannski, ég veit nú ekki hversu mikið þú varst í því úti, en hérna heima ertu komin í svona pínu mjög mikið leiðtogahlutverk inn í liðinu, þú ert farin að þjálfa yngri flokka líka, þú ert svona farin að gefa mjög mikið af þér. Já, ég held sko að auðvitað það meira núna sem að ég er kannski líka aðeins eldri og ég öðru hlutverki hér, en ég hef í gegnum tíðina bara verið þannig held ég karakter, þú veist, í liði og ég hef mjög gaman að ég að hjálpa öðru fólki og sjá annað fólk blómstra. Það gefur mér mikið þannig að það hefur einhvern veginn bara alltaf verið svona hluti af mér og auðvitað komin í stærra hlutverk hér þannig. Og talandi um blómstra, að K.A. Þór fer frá því að eiga bara 0 landsliðskonur og svo náttúrulega ert þú komin í K.A. Þór, ert í landsliðinu og síðan hafa þið bæst við og nú eru þarna bara 5 í kringum A-landshópinn, þetta hlýtur að vera svolítið skemmtilegt. Mér finnst það rosalega skemmtilegt og það er svo gaman að sjá líka þegar svona stelpur sem er búin að leggja mikið á sig fá loksins tækifæri, þetta er eitthvað sem margar ungar stelpur sækjast eftir, að það er rosalega gaman að fylgjast með því og bara fá að upplifa með þeim. Haustið í haust, þið klárið að vinna bikarinn sem átti að klárast en var ekki klárað út á COVID. Þið eru búin að fara í 2 Evrópuverkefni, það er búin að nóg að gera. Já, algjörlega og ég kannski líka vön að það sé svona mikið að gera því ég var úti, það var mikið að ferðast og svona, en bara gaman að upplifa og gaman að vinna bikarinn líka á þessu tímabili sem var náttúrulega frá því síðast og líka bara fara í Evrópukeppni með stelpur, þetta er náttúrulega þessu öðruvísi en bara mjög skemmtilegt að upplifa og það er líka bara gaman að það er mikið að gera. Íslandsmótið er að fara á stað aftur núna eftir jólafrí og hvað sérðu fyrir þér árið 2022 bæði fyrir þig og K.A. Þór? Ég sé fyrir mér að við hefum eftir að gera góða hluti og við ætlum okkur það. Við erum búin að vera smá opna með meiðsli núna fyrir áramót en svona er þetta bara að hluta þessu og við erum alveg ákveðnar í að gera vel núna og vonandi að það eftir að skila okkur fleiri bikurum. Svo fyrir því persónulega, 2021 var frábært ár. Þú varst valin handknattleikskona ársins og varst í topp 10 kjöri til Íþróttamanns Íslands. Er Rut Jónsdóttir bara áfram gakk og alla leið áfram? Já, vonandi. Það er bara búið að vera ótrúlega skemmtilegt ár og auðvitað alltaf gaman að fá viðurkenningu fyrir eitthvað sem maður hefur lagt mikinn tíma í og metnað. En vonandi bara átt eftir að halda áfram að ganga vel. Takk kærlega fyrir spjallið Rut og gangið vel. Takk fyrir. Frábær handhafi íþróttakonu K.A. Rut Jónsdóttir. En bikararnir sem fyrsta, annað og þriðja sætið í kjöri íþróttakarls og íþróttakonu eru formannabikarar svokallaði gefnir af fyrrverandi formönnum félagsins.
Það eru Hrefna Gunnhildur Torfadóttir og Guðmundur Heiðreksson sem afhenda verðlaunin þetta árið. En þá komið að íþróttakarl í KA, gjörið þið svo vel. Tilnefningar til íþróttakarls KA árið 2021. Alexander Arnar Þórisson, Black. Black-deildin tilnefnir Alexander Arnar Þórisson sem íþróttakarl KA. Alexander var einn af burðarstólpum í KA-liðsins á síðasta tímabili sem og fyrri ár. Alexander hefur unnið alla titla með KA sem í boði á Íslandi undanfarin ár. Á síðasta tímabili náði KA í úrslitum Íslandsmeistaratitilinn en hafnaði í öðru sæti. Eftir tímabilið var Alexander valinn í lið ársins í stöðu miðju og hafði þar betur við marga góða leikmenn. Undanfarin ár hefur Alexander átt sæti í landsliði Íslands en engin verkefni hafa verið vegna COVID. En hann var valinn í æfingarhóp fyrir komandi verkefni landsliðsins áramót. Árni Bragi Eyjólfsson, handbolti. Árni Bragi Eyjólfsson var besti leikmaður KA tímabilið 2021 í Ólafsdeild karla. Hann fór fyrir liðinu sem komst í fyrsta sinn í úrslitakeppni frá því að KA hóf að leika aftur handknattleik í karlaflokki. Þá var hann valinn besti leikmaður Ólafsdeildar karla en Árni Bragi átti stórbrotið tímabil og má með sanni segja að hann hefði hrifið hug og hjörtu KA-manna í vetur. Árni rakaði heldur betur til sín verðlaunum á lokahófi HSÍ en hann varð markakóngur deildarinnar, var valinn besti sóknarmaður, fékk Valdimarsbikarinn og uppskar háttvísisverðlaun HSÍ. Brynjar Ingi Bjarnason, fótbolti. Brynjar Ingi Bjarnason er tilnefndur á knattspyrnudeild til íþróttamanns KA. Brynjar Ingi er aðeins 22 ára gamall miðvörður sem lék 11 leiki fyrir KA í sumar í efstu deild karla. Frammistaða Brynjars Inga vakti heldur betur mikla athygli en hann er virkilega góður knattspyrnumaður sem sóknarmenn annarra liða óttast. Í júlí var Brynjar Ingi seldur frá Gylfi Rúnar Eddursson, Judo. Gylfi færðist upp aldurs- og þyngdarflokk í byrjun árs og getur þá oft tekið tíma að aðlaga sig því. Hann tók áskoruninni hins vegar fagnandi og komst á pall í öllum keppnum hérlendis, vann þar á meðal silfur á Íslandsmeistaramóti unglinga og gull á haustmóti JSÍ. Gylfi kláraði svo gott ár með að keppa fyrir hönd Íslands á opna finnska meistaramótinu í október. Ofan á góðan árangur er Gylfi gefandi iðkandi og bætir sig og aðra á hverri æfingu. Steinþór Már Auðunsson, fótbolti. Steinþór Már Auðunsson er tilnefndur fyrir hönd knattspyrnudeildar KA til íþróttakarls KA, en Steinþór Már er markvörður, fæddur árið 1990. Steinþór kom í KA fyrir tímabilið og er saga hans hálfgerð öskurbuskur saga. Steinþór er uppalinn í KA en spilaði með Magna, Völsung, Dalvík Reyni og Þór á meistaraflokksárunum. Steinþór kom í KA fyrir tímabilið 2021 og var hugsaður sem varamarkmaður. Hins vegar fer ekki alltaf allt eins og það á að fara og Steinþór hóf leik í mark í KA í upphafi tímabils og stóð sig frábærlega frá fyrsta leik til hins síðasta. Steinþór fékk mikið lof frá íslenskum fótboltasérfræðingum og var besti leikmaður KA sem rétt mistaði þriðja sætinu í Pepsi-deildinni. KA endaði í fjórða sæti deildarinnar og fekk á sig næstfæst mörk í deildinni, aðeins 20 mörk í 22 leikjum og var það Steinþóri oft að þakka. Í þriðja sæti í kjöri íþróttakarls KA, Steinþór Már Auðunsson. Í öðru sæti í kjöri íþróttakarls KA, Árni Bragi Eyjólfsson. Íþróttakarl KA árið 2021, Brynjar Ingi Bjarnason. Brynjar Ingi, íþróttakarl KA, annað árið röð innilega til hamingju. Takk að þér fyrir. 2021 var bara býsna gott ár hjá þér. Myndirðu ekki taka undir þá fullyrðingu? Jú, þetta var mjög viðburðaríkt ár, það má segja það. Ef við byrjum bara svona hlaupum yfir það helsta, út valinn í A-landslið karla. Hvernig var sú tilfinning? Hún var alltaf mögnuð. Þetta kom mjög óvart. En þetta var bara mögnuð reynsla og þetta er eitthvað sem maður búinn að bara dreyma síðan maður var lítill. Þegar kalli kemur, þá svona bjóstu við því að vera að fara að spila allir? Þetta var stór hópur sem var valinn og þeir voru að fara í ákveðin verkefni. Bjóstu við að fá mikið af mínútum? Nei, ég hélt að þetta myndi bara aðalega vera út af reynsluna og það voru náttúrulega fyrsti hópur sem var tilnefndur og það voru margir sterkir miðverðir í hóp en svo komu nokkur forföll og það voru flest allir miðverðir þá sem að duttu út og þá bara kom sénsinn mjög óvænt og það var maður staðráðinn í að sýna hvað maður getur og þetta var bara, sem maður segir, once in a lifetime opportunity. Og eftir að þú startaðir þessa landsleiki þá hefur ekkert látið sæti frá þér og bara spila hvern einasta leik síðan þá. Ertu ánægð með eigin frammistöðu í landsliðinu? Já, ég er mjög ánægð með mína spilamennsku en kannski það er svona mjög svekktur svona úrslitalega séð og í svona leikjunum. Mér finnst þú ekki hafa getað fengið safna kannski aðeins fleiri stigum og svona. En ef ég horfa á mína frammistöðu
þá geng ég mjög sáttur frá borðið allavega árið 2021. Þú sarst hérna hjá mig fyrir ári síðan í spjalli sem ég hérta Karl Káa þá. Og þá varstu búinn að vera leikmaður Káa í Pepsi-deildinni og standaði mjög vel og fá mikið lof fyrir þína frammistöðu. Þú ert búinn að taka svolítið stór stökk á þessu ári. Þú fer frá því að vera bara hérna í klefa 6 niður í Káa-heimili og doktorinn að gefa þér vatnsbrús og svo framvegis. Í það núna ertu bara, þú veist, landslið, þetta alvöru umgjörð, þetta alvöru dæmi. Hvernig svona stökkið? Já, þetta allt annað. Nú þetta náttúrulega bara orðið atvinnamanns núna og þetta bara í daglegu lífi þetta bara sem maður gerir. Þú vaknar og þetta bara fótbolti og þú fer að sofa, það bara fótbolti. Og umgjörðin og allt þetta þegar maður kemur út og bara allt í kringum klúbbana og allt þetta sem það bara á öðru leveli og eins og ég segi bara áðan, þetta bara eitthvað sem maður búinn að dreyma síðan maður var lítill og það bara forréttindi að geta að fá sénsinn á að upplifa þetta og maður ætlar að fá að vera í þessu eins lengi og ég get. Tímabil hjá Káa, þú spilar slétt næstu í helmingina að leikjunum á Dalvíkurvelli og ég var búinn að ráða þig í vinnu sem að stýra leikjaskólanum hérna hjá okkur, það reynda varð ekkert úr því. Hvernig fannst þér Káa að vera í sumar? Hvernig ertu ánægð með tímabil hjá Káa? Já, ég mjög ánægð með þetta stígandi mjög rétt átt, myndi ég segja. Við byrjum tímabilið mjög vel, svo ég mjög ánægð með, ég hefði kannski viljað að það voru síðustu 2-3 leikina sem að dalaði smá en mér fannst ég skilja við liðið á mjög góðum stað. Mjög svektur að hafa geta tekið þátt í að klára tímabilið með þeim. En ég held að allir í kringum knattspyrnufélagi eða í kringum fótboltann geta verið mjög sáttir með árið núna í ár þótt að það sé kannski mjög svekkjandi að missa af þessu Evrópusæti sem að stóð til boða. Og þú tekur svo þetta risastökk í atvinnumennskuna til Ítalíu, bara hefði ekki verið farið leikmaður beint frá Káa seldur í atvinnumennsku í mörg herrans ár og þú tekur það stökk, fer til Ítalíu, hvernig var það? Það er mjög lærdómsríkt. Ég sé ekkert eftir þessu. Þetta er bara einn besta lífsreynsla sem ég fengi. Ég fer frá því að búa bara með mömmu og pappa hérna heima á Akureyri yfir í að sjá mig alveg sjálfur úti, bara sjá hús og bíl og elda sjálfur og allt þetta sem að fylgir þessu. Og þetta er bara einn besta lífsreynsla sem ég hef tekið og Tækifærin inn á vellinu voru svo mikið mörg en þú voru örugglega lært helling? Nei, já, tækifærin voru ekki mörg en á hverri æfingu þá var ég að læra eitthvað nýtt og ég að bæta mig sem fótboltaleikmaður og ég sem varnarmaður að fara til Ítalíu, það er bara einn besti skóli sem hægt að taka. Þú liðtekur í eldhúsinu. Hvað ertu að elda? Ég að bæta mig. Ég fór ekki, það er sennilega besta reynsla sem ég tekið. Það ekki? Það er í eldhúsinu. Ertu þá að googla uppskriftir eða þetta með bókina Jóns Jónssonar eða Friðrik Dórs þarna? Nei, ég er ekki mútt búinn að lofa mér þetta með bók núna þegar ég fer á næsta áfangastað. Og það er bara Noregur framundan, þú ert að fara til Vålerenga og það eru vantilega spennandi tímar? Já, þar er ég kannski komin í svona meira umhverfi, þægilegra umhverfi fyrir mig upp á það sem heitir í Skandinavíu að styttra heimsækja og með svona, svona umhverfi sem er líkara Ísland. Og þetta er bara staður sem ég er mjög spenntur fyrir og ég held að ég muni fungera mjög vel þar. Spennandi tíma framöndan og bara bæði verkefni með Vålerenga og svo landsliðinu næsta árið þannig að þú lítur björtum augum til 2022. Já. Það er geggjað. Birnir, takk fyrir að gefa tíma til okkur spjall til okkar og gangi þér vel. Takk fyrir. Brynjar Ingi Bjarnason vel að þessu kominn, annað árið í röð sem hann er íþróttakarl Káa. En þá fyrir að líða að lokum hjá okkur hér í þessum sérstaka afmælisþætti og vill ég nýta tækifærið og þakka ykkur Káa fólk fyrir samfylgdina árinu 2021. Og einnig vona ég og óska að árið 2022 verði okkar Káamönnum farsælt. Ég vona líka að ég geti hitt ykkur í persónu á 95 ára afmælinu sem er strax árið 2023. Við þökkum samfylgdina, verið þið sæl.